Þá er komið að fjórða lið á dagskrá, það er jöfnun á stoppistöð, breyting á deiliskipulagi Glerár til málstekur bæjarfulltrúa Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta verður nú keimlík lesning, þetta fjallar deiliskipulag en hitt var aðalskipulag. Þetta er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs dagsetri 14. maí síðastliðin, lögð fram að 9 að lokinni auglýsingu. Samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga, tillaga breytinga á deiliskipulagi Glerár frá stíflu til sjávar. Breytingin felur í sér að skilgreind er ný jöfnunarstoppistöð norðan Glerártorgs ásamt ýmsum breytingum á stígum, stoppstígum, göngum, brúm og fleira. Athugasemdir bárust frá 2 aðilum á kynningartíma, auk umsagna frá Norðurorku, Minjastofnun og umhverfis- og mannvirkjasviði. Málið var lagt fyrir á fundi skipulagsráðs 9. apríl síðastliðinn og var afgreiðslu þá frestað þar til fyrir lagi umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs efni innkominna athugasemda og umsagna. Er nú lögð fram umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að fyrirliggjandi tillaga breytinga á deiliskipulagi Glerár frá stíflu til sjávar verði samþykkt með þeirri breytingu að sleppistæði verði felld út og afmörkun skipulagssvæðis aðlagað aðliggjandi deiliskipulagsáætlun Tryggvabrautar. Er jafnframt samþykkt að fela skipulagsfulltrúa að útbúa tillögu að umsögn fyrirliggjandi athugasemdir byggða á umsögn umhverfis- og mannvirkjasviðs sem lögð verði fyrir bæjarstjórn. Takk fyrir. Þá er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í dag liggur fyrir að afgreiða deiliskipulag jöfnunarstöðvar Strætó við Gleráreyrar. Málinu var frestað 9. apríl í skipulagsráði meðal annars vegna þess að það kom í ljós að skipulag á sleppustæðum skaraðist við skipulag nýs hringtorgs á gatnamótum Borgarbrautar og Tryggvabrautar og það kom einnig fram í umsókn vegagerðarinnar að umferðaröryggi þótti mjög ábótavant í því deiliskipulagi sem var sent til umsagnar. Þannig að það kom skýrt fram að vegagerðin mælti eindregið með að gert er óháð umferðaröryggismat á þessari framkvæmd og þá af aðila sem hefur til skilin réttindi sem er meðal annars hægt að fá á námskeiðum hjá vegagerðinni. Brugðist var umsókn vegagerðarinnar með leyfi forseta. Falli verður frá núverandi útfærslu af sleppistæði og hún endurskoðuð í samráði við vegagerðina með tilliti til þarfa landsbyggðarstrætó og umferðaröryggis. Leggur til að sleppistæði verið fellt út úr deiliskipulagsbreytingunni svo hægt sé að vinna sleppisvæði áfram með tilliti til athugasemda. Svo vinna tefji ekki aðra þætti heildarverksins. Þannig í rauninni lít ég svo á að við eigum að samþykkja hálfklára skipulag hér í dag. Það er greinilega enn margt óljóst í þessari framkvæmd og hvernig að leysa ákveðna þætti, aðeins sagt að vinna eigi frekari útfærslu en ekki megi tefja aðra þætti verksins en þessir atriði sem enn krefjast útfærslu hljóta að vera hluti af deiliskipulaginu. Eigum við sem sagt bara að kyngja því og samþykkja skipulag sem er alls ekki tilbúið vegna þess að verkið var boðið út áður en skipulagið var tilbúið. Eru það ásættanleg vinnubrögð? Við hefum fengið þau svör að það sé stundum gert en ég lít svo á að þetta er mjög óvenjulegt mál og ýmislegt komið upp í skipulagi á því og því algjörlega galið að fara í útboð áður en skipulagið er tilbúið. Pólitíkin í það minnsta minnihlutun hefur verið mjög hikandi í þessu máli og efasemdir að þetta sé rétt staðsetning og þetta komist allt þarna fyrir með góðu móti. Þess vegna þarf að vanda til verka, klára skipulagið og gæta fyllsta öryggis með að láta vinna óháð umferðaröryggismat á allri framkvæmdinni og við þær aðstæður sem eru í dag en ekki miða við að þessi komi hringtorg á vegamót Borgarbrautar, Tryggvabrautar og Hörgabrautar
Við vitum alls ekki hvenær það hringtorg kemur, en eins og ég hef skilið að það fór þetta í eitthvað umferðarýni á sínu tíma og það að segja bara göngubrautin, ekki jöfnunarstöðin, og þá hafa verið tekið tillit til þess að hringtorgi væri komið. Það voru allan þau svör sem ég fekk. Eins saknaði þess að undir málinu sé ekki kostnaðaráætlun. Ég veit að það ekki venja í skipulagsmálum að það sé kostnaðarmat á hvað kostar að síðan að vinna skipulagið. En ég lít bara á þetta mál sé annars eðlis að síðan með þessu skipulagi erum við að ákvað hvar við ætlum að hafa jöfnunarstöðuna til framtíðar og þá verðum við að vita hvað þessi framkvæmd kostar. Þannig að ég með nokkrar spurningar hérna til formanns skipulagsráðs og ger það ráð fyrir að hún svari mögulega fyrir þá formann líka sem situr ekki í bæjarstjórn. 1. Hvað kostar þessi framkvæmd? 2. Verður húsnæði sem verður byggt þarna færanlegt? Það að segja ef það kemur síðan í ljós að þetta bara ekki góð lausn. 3. Telur formar þetta skipulag sér tilbúið til samþykktar eins og það er? 4. Hefur farið fram óháð umferðaröryggismat á þessari framkvæmd allri að sem tekið tillit til aðstæðna eins og þær eru í dag. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir lokið máli sínu. Næst eftir máls bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Sunnu Hlín og kannski svona aðeins bæta við varandi hugleiðingar þá jöfnunarstoppistöð Strætó og þá þessa framtíðarsýn sem við höfum varðar almenningssamgöngur með strætisvögnum hjá Akureyrarbæ. Efasemdir mínar hafa kannski helst snúið að því að ég átta mig ekki alveg á hvaða forsendum þetta gert. Verið að gera þetta á forsendum leiðanetsins að setja jöfnunarstoppistöðina þarna, verið að gera það á forsendum þess að losa lóð í miðbænum eða hvar erum við að byrja? Að því að mér finnst nauðsynlegt að við lítum á þessa deiliskipulagsbreytingu og þessa framkvæmd sem eitthvað sem geti þjóna strætisvagnakerfinu okkar eða leiðarkerfinu og þeim farþegum sem það nýta og hvernig við getum elpt leiðarkerfið okkar til lengri tíma af því að það skiptir máli að hér sé frítt í strætó en þá skiptir líka máli að strætisvagnakerfið okkar sé sómasamlegt og það sé hægt að nýta það því að annars eru við einhvern veginn að henda tugum milljóna og hundruð milljóna bara einhvern veginn út í hafsjó á ári hverju. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að þetta sé nýtt vel og þetta sé gert á forsendum þess að við séum að reyna að finna út hvernig við getum hámarka nýtnin á þessu kerfi. Annars vil ég taka það fram að ég ekkert fullviss endilega að þetta sé röng staðsetning á jöfnunarstoppistöð. Mögulega þetta bara rétt staðsetning en mér finnst mikilvægt að hún sé fundin út þegar við erum að ræða leiðanettið okkar, hún sé fundin út á forsendum þess en ekki á forsendum einhvers annars. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Jana Salome Ingibjargar Jósefsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að taka þátt í þessari ágætu umræðu jöfnunarstöðu, staðsetningu hennar, umferðaröryggi og fleira. Ég hef verið þeirra skoðunar að staðurinn norðan við Glerártorg sé góður fyrir jöfnunarstoppistöð og ég byggi það nú einna mest á því að sem allir sjá ef þeir horfa á loftmynd af Akureyri að þarna staður sem miðsvæðis í bænum og nálægt að minnstakosti 3 ef ekki 4 öflugum umferðaræðum og staðurinn liggur mjög vel við sem sagt hröðum og greiðum samgöngum út allan bæ og að sama skapi náttúrulega höfum við séð að staðsetningin í miðbænum ekki góð því að miðbærin ekki í miðjunni og þaðan eru ekki góðar samgönguleiðir sérstaklega upp á brekkuna eða suður eftir.
Þannig að ég held að við séum að vinna með réttan stað og varðandi hvort að þetta rúmast og hvort að umferðaröryggið í lagi, það ég ekki sérfróður en ég veit að þarna stoppa nú þegar 2 leiðir strætó og ég tek oft strætó þarna heim úr vinnunni og það gengur allt saman ágætlega, en nú stendur til að bæta göngu þverun suður yfir götuna að Glerártorgi sem að náttúrulega mun verða mjög til bóta og þar koma umferðarljós. Þannig að ég held að þetta verði góð framkvæmd og okkur mjög til heilla og þarna verði hægt að standa mjög vel að umferðaröryggismálum, en ég þekki ekki það sem var minnst á varðandi kostnað. Ég hef ekki séð neina áætlun slíkt nýlega, enda ekki lengur í þessu ráði sem að fer með þetta mál. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu orðið laust. Sem ekki að fleiri hvað sér byrja varfársleta að taka á stjórninu og gefa mér orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, kem nú hérna upp til þess að reyna að svara þessum spurningum, en ég hef eiginlega lítil sem engin svör fyrir bæjarfulltrúa Sunnu. Hvað kostar þessi framkvæmd? Ég hef ekki þær tölur hérna við hendina. Verður húsnæði þarna í færanlegt? Það hefur verið rætt það, þannig að það ekki ennþá búið að ákveða á endanlega, en það hefur verið rætt það. Telur formar þetta skipulag sé tilbúið til samþykktarins og það já, annars værum við ekki að leggja það hér fram. Hefur verið farið fram óháð umferðaröryggismat og það veit bæjarfulltrúi Sunna að svo ekki. Hins vegar hefur farið fram umferðaröryggismat upp á 4. hæð og í samræmi við Vegagerðina og það liggur fyrir álit og það er verið að taka þessi sleppistæði í burtu af því að það koma athugasemdir. Ég hef alveg eins og bæjarfulltrúi Sunna alveg velt því fyrir mér, þú veist að þetta máli búið að vera svolítið lengi hjá okkur, hvort að þetta við séum að stíga rétt skref og verið efins tíma, en iðulega fengi þau svör frá þeir sem best þekkja til hér innan úr kerfi, bæði þeir sem eru með strætisvagnakerfi í dag, að það finnist ekki betri staður en við erum miðsvæðis, alveg eins og bæjarfulltrúi Andri Teits fór hérna vel yfir, að það eru umferðaræðar í allar áttir, við erum akkurat í miðju bæjarins, við höfum spurt hvað þegar strætókerfið stækkar sem það sannarlega þarf að gera og það liggur kannski bara orðið tölvert á því að þá segja þau að það verður ekki vandamál, þessi staður kemur til með að geta annað því. Þannig að við höfum ekkert betra heldur en okkar sérfræðinga í þessu máli og ég svona upphaflega, af því að ég hef kannski farið alveg oft 180 gráðu eða tekið beigur í að þá hugsa ég Glerártorg, þetta frábær staður. Þarna bara gott að geta beðið ef maður þarf að bíða og landsbyggðarstrætó ekki hvað síst að þegar að vera að skutla fólki þá getur að verið inn í verslunarmiðstöð þar sem getur drepið tíman ef það verður einhver bíð á ferðinu og svo gengið við þessa götu sem á að bæta þessa gönguþverun yfir götuna. Þannig að þetta helst náttúrulega hendur við uppbyggingu í miðbænum. Við erum að fara að auglýsa Hofsbót 1-3. Það þýðir að jöfnunarstöðin þarf að fara úr miðbænum, ekki alveg á morgun, en það fer að líða því. Hvað varðar að þess verki hafi verið boðið út að skipulagið liggur fyrir, að það stundum gert, það er kannski ekki endilega æskilegast, en það stundum gert vegna þess að við höfum lítinn framkvæmdatíma og við þurfum að koma málum í gegn og þetta hefur tafist út á alls konar málum, að til þess að tefja ekki enn frekar að þá gerðu fyrirvari í útboðinu sem var og gert í þessu tilfelli skipulagi og staðsetninguna. Þannig að það er ekkert athugavert við hvernig þetta var unnið nema að það hefur verið kannski betra og heppilegra fyrir okkur öll að geta gert þetta í réttri röð.
Þannig að ég segi bara að þetta tilbúið, við erum ekki annars að leggja þetta hér fyrir bæjarstjórn og vona að fólk sjáu sér fært að samþykkja. Næstu til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar kannski kom með svar við spurningu 1 hjá Sunnu. Það náttúrulega í umhverfis- og mannvirkjaráði var í dag opnuð tilboða á göngu og hjólabraut Glerá samt jöfnunarstöð Strætó og því miður kom bara 1 tilboð í það verkefni sem 55% yfir áætlun, þannig að ég býst við því að við þurfum að neita því með tilliti þess og bjóða þetta út aftur, en það verður einhver töf á þessu verkefni. Ég ætla að taka undir orð bæjarfulltrúa Höllu kosti þess að hafa þetta þarna. Þó að sé 25 stiga hiti í dag, þá nú ekki alltaf svo gott hér á Akureyri og oft hliðavindur, rigning og slitta, þannig að það sé afar gott að hafa svona verslunarmiðstöð sem orðin betri og betri með matatorg og fleira til að bíða eftir. En við skulum vona að besta og það komnar einhverjar athugasemdir frá Strætó sleppustöðun og við þurfum að vinna þess í, þannig að ég held að verða einhver töf á þessu máli en ég allan hlynntur því að hafa þetta á þessu stað. Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu varðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get alveg tekið undir orð bæjarfulltrúa Andra og Höllu og Heimis að þetta sé miðsvæðis og þess vegna alveg eins ákjósanlegt að setja þetta þarna eins og annar staðar en þetta snýst ekkert það. Kannski svo gagnrýni sem hefur komið fram hérna í dag heldur það bara pláss fyrir þetta þarna þó þetta sé miðsvæðis. Og það hafa bara margir efasemdir það og bæði kjörni fulltrúar og starfsfólk. En formaður skipulagsráðs segir að skipulagið sé tilbúið, annars væri ekki verið að leggja það fyrir bæjarstjórn. Þá skil ég ekki alveg svör við athugasemdum Vegagerðarinnar. Það sem segir að ég taka sleppistæðið út og vinna annar útfærslu. Þannig að ég skil ekki alveg að það sé þá tilbúið. En varðandi umferðaröryggismat sem var unnið á 4. hæðinni, ég skildi að þannig á sínu tíma að það var unnið bara fyrir göngustíginn, ekki jöfnunarstöðuna, en ef að það hefur verið gert fyrir jöfnunarstöðuna líka, allavega var svarið að það rýni hafi verið gert með Hringtorgið í huga, sem í rauninni allt aðrar aðstæður en við erum með í dag á þessu svæði. En ég ætla að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúa Gunnars og Jönu Salóme, Sunna Hlín Jóhannsdóttir og Gunnar Már Gunnarsson B-lista og Jana Salóme Ingibjörgar Jósefsdóttir F-lista bóka. Sagði ekki Vaff? F. Afsakið. Við viljum sérstaklega vekja athygli á eftirfarandi. Umsókn Vegagerðarinnar mælti eindregið með óháðu umferðaröryggismati á framkvæmdinni. Slíkt mat hefur ekki verið lagt fram. Framkvæmdin virðist vera sett í forgang án þess að fyrirliggi heildstæð útfærsla á lykilatriðum eins og bílastæðum og sleppisvæðum fyrir landsbyggðarstrætó. Það ekki farsæl vinnubrögð að okkar mati að bjóða út framkvæmd áður en skipulag hefur verið samþykkt. Ekki liggi fyrir nákvæm svör við mikilvægum spurningum kostnað, færanleika byggingar og hvort framkvæmdir sé raunhæf innan þess svæði sem henni ætlað. Við teljum í ljósi öryggissjónarmiða að eigi eftir að útfæra vissa þætti, þá hefði átt að vísa málinu til frekari vinnslu þar til fullnægjandi gögn liggja fyrir, svo sem óháð öryggismat og heildstæð útfærsla sem tryggir gagnsæi og fagmennsku í ákvörðunartöku. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ögn týndur í umræðunni, þarf að gera þá játningu að á sínum tíma þegar var nú verið að ræða þetta og bjóða út brúargerðina í fyrsta skipti, þá var ég og samþykkti allt óðara.
En við ekki athygli á því að við náttúrulega vitum ekki, sko, það var kostnaðar áætlun gerð fyrir brúna þá og aðliggjandi svæði upp og einhverjar 160 milljónir. Vegagerðin tekur helmingin af þeirri upphæð en vitanlega gerum okkur ljósa grein fyrir því að við vitum ekki endanlega hver kostnaðurinn verður þar sem hér tilboðsverk að ræða og í upphafi að þá varð ágreiningur í umsæðum það hvernig ætti að bjóða þetta, eða svona ágreiningur, skipta skoðanir það hvernig ætti að bjóða þetta út og einhver vildi bjóða út bæði verkin í einu, það að segja brú og jöfnunarstöð sem varð ekki, þetta var brúin boðin út ein og sér og komu engin tilboð en síðan hurfu menn náttúrulega hinu ráðinu sem mér miklu greindar í ráðinu lagði til auðvitað að bjóða út báða verkþættina í einu en ég hef væflast með þetta mál rétt eins og ýmsir aðrir hér og verið allra skoðana á einhverjum tíma. Núna ég held ég komin að þeirri niðurstöðu og ætla samþykkja eins og við sagði áðan að þarna verði reist þessi stöð. Ég held hún verði þarna á góðum stað og muni nýtast okkur. Ég trúi því sem kemur frá umsæðum það þetta verði og reyndar strætisvagna forkólfum að þetta muni duga í einhverja áratugi, jafnvel 20 ár jafnvel. Þannig að á þeim tíma þá verði svæði fyllilega nógu stórt. Hvað varðar aftur hvernig staði var að þá játa ég mig þar sekan allt það sem þið finnið að í sambandi við útboð og annað því að þetta samþykti ég alls saman bara í góðu hljóði og leistu vel á. Þannig að ég enn og aftur tek undir og segi ég samþykja að þarna verði reist þessi jöfnunar stoppistöð og hef þá trú að hún verði á góðum stað. Takk. Það bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, þeir sem geta samþykkt, gefum merki. Það 7 móti 2 og 2 sitja hjá.